Komið í sæl, Arna Jakobína Björnsdóttir hitt ég, náms- og starfsráðgjafi, útskrifaðist 2019. Ég starfa sem formaður hjá stéttarfélagi sem heitir Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu með aðsetur á Akureyri. Og ég hef starfað þar í 25 ár en þar áður starfaði ég sem sjúkraliði í 25 ár. Rannsókn sem ég gerði, markmið með henni var að skoða kynskiptingu nemendahóps framhaldsfræðslukerfisins, hvort og þá hvernig hún endurspegli vinnumarkaðinn. Íslensku vinnumarkaður er mjög kynskiptur sem birtist helst í því að konur eru áberandi í umönnunarstörfum og karlar í iðn- og framkvæmdastörfum. En fyrst þurfti að skoða kynlega menntasögu. Fyrst að skoða þróun menntunar sem sýnir að aðgengi kvenna á menntun á 19. og 20. öld var afar takmarkað og fengu þar ekki fullan aðgang að skólum fyrir árið 1911. Menntun hélt áfram að vera kynskipt því menntunarmöguleikar voru þeir sömu og vinnumarkaðinn kallaði eftir. Karlar fóru í raungreinar og iðnnám en konur í nám sem tengdust heimili og uppeldi barna. Þær konur sem ruddu brautina og fóru í hefðbundna karlanám áttu erfitt með að fá starfi hæfi og voru laun þeirra lægri en karlana. Sagan er merkileg því nú rúmum 100 árum síðan virðist sem konur þurfi enn að hafa mikið fyrir því að fá menntun sína metna á framhaldsfræðslu og framhaldsskólastigi og að verðlaukum til launa. En Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður 1874. Það gerir síðan 1886 að það eru sett lög sem að leyfa konum að þeyta próf utan skóla frá lærðaskólanum. Árið 1911 þegar Háskóli Íslands var stofnaður þá voru sett lög sem heimiluðu það að allir hefðu aðgengi að skólum og þar með konur með aðgengi að öllum skólum. Síðan voru sett sérstök lög húsmæðrafræðslu í sveitum sem er númer 60/1938 og sagði í greinargerð með þeim að ekki þurfi að fjölyrða þörfina á fjölgun húsmæðraskóla þar sem synjun hafi þurft fjölda ungra kvenna skólavist til að búa þær undir að vera verðandi húsfreyjur landsins undir lífsstarf sitt. En í karlamenntun var þó þannig að fyrsta iðngreinin eru skipasmíðar árið 1755 og er það elsta iðngreinin. Síðan voru stofnuð iðnnámannafélög 1867 sem breyttust síðan í handiðnaðarfélög og ráku þau kvöldskóla fyrir karlmenn frá 1869 til 1873. Síðan voru sett lög alla iðnmenntun árið 1927 og eru 60 iðngreinar nú í sérstakri reglugerð frá númer 940 frá 1999 og er enn í gildi. Lög iðnskóla frá 1955 tóku gildi 1. október það sama ár. Þá voru stofnaðir iðnskólar allt land en þeir voru síðan aflagðir með tilkomu nýju framhaldsskólalagana 1989. En starfsmenntun hefst þó með því að það eru sett lög starfsmenntun í atvinnulífinu árið 1992. En árið 1976 til 79 er samið sérstök kjarnanámskeið fyrir konur til að styrkja þær í umönnunarstörfum og síðan fram að árinu 2002 má segja að mjög mikið námskeiðshald og gróska var meðal námskeiða hjá stéttarfélögum sem voru þó starfstengt en gáfu í flestum tilfellum launahækkun. Síðan gerist það að fyrsta símenntunarmiðstöðin stofnuð miðstöð á Suðurnesjum árið 1998 og voru símenntunarnir stofnaðar í öllum landshlutum eftir það og síðast var Viska í Vestmannaeyjum stofnuð 2003. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er stofnuð 2002. Eftir að hafa rýnt í sögu kynlega menntun á 19. öld er ástæða til þess að fjalla þróun í aðgengi að námi og kenningar kynjun. Margt hefur verið rannsakað sem tengist þróun skólakerfisins, námstækifærunum og uppbyggingu skólasamfélagsins. En ég stikla hér á stóru og tek hér eingöngu nám sem er á öðru hæfniþrepi menntaramans. Og það er félagslega nám sem hófst 98 og er á öðru hæfniþrepi en þó má geta þess að núna í ár 2020 er verið að færa félagslega námið upp á 3. hæfniþrep. Leikskólaliðanám hófst 2005 til 2007 og er á öðru hæfniþrepi og er alls 124 framhaldsskólaeiningar.
Stuðningsfulltrúanám sem fyrir störf í grunnskóla hófst árið 2005 og á öðru hæfniþrepi og 129 einingar. Í rannsókn sem Jón Torfi Jónasson gerði á þróun íslenska skólakerfisins frá fyrri hluta 20. aldar staðhæfir hann að menntakerfið hafi vaxið hægt. Umfjöllunarefnið kynbundið nám á 19. og fyrri hluta 20. aldar. Ljósmæðranám, menntun í kvennaskólum og húsmæðraskólum fyrir stúlkur en önnur menntun fyrir drengi. Þar með talin nám iðnaðarmanna, lækna, presta og bænda. 6 megin staðhæfingar eru birtar í rannsókninni með rökum bæði með og móti. Bendir Jón Torfi á að lagasetningu hafi þurft til að ýta undir framþróun. Í annarri staðhæfingu segir Jón Torfi að skólakerfið sé nú eitt, bæði fyrir stúlkur og drengi, sem ekki var í upphafi. Í niðurstöðukafla hans kemur fram að staða kynjanna sé ekki jöfn þó að einhverjum finnist það. Það eins og piltar og stúlkur búi í vissum skilningi við mismunandi menntakerfi. En lítum þá á vinnumarkaðinn sem afar kynskiptur. Hér eru konur táknaðar í ljósgrænum lit og karlar í dökkgrænum og efsta línan fyrir fræðslustarfsemi þar sem 76% eru konur sem þar starfa móti 24% karla. Og neðst byggingastarfsemi og mannvirkjagerð þar sem 3% kvenna starfa á móti 97% karla. Í alþjóðlegum samanburði hefur Ísland árabil verið í fremstu röð þegar kemur í jafnréttismálum og undanfarin 10 ár hefur það vermt fyrsta sæti á lista Alþjóða efnahagsráðsins World Economic Forum yfir kynjabil eða gender gap. World Economic Forum þrátt fyrir að Ísland standi öðrum löndum framar þegar kemur að jafnri stöðu kynjana enn nokkuð langt í land í að jafnrétti verði náð á íslensku vinnumarkaði. Kynjamunur hefur alla tíð verið sýnilegur í skólakerfinu og námsvali nemenda. Hann hefur einnig viðhaldist á íslensku vinnumarkaði sem mjög kynskiptur hvað varðar atvinnugreinar. Eins og sést í þessari mynd, en þá kem ég að rannsókninni sjálfri og rannsóknarspurningar sem ég setti fram hvernig kynjahlutfall þeirra sem útskrifast hafa úr ólíku námi hjá framhaldsfræðslunni samkvæmt námskrám Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Endurspeglar kynskipt starfsnám nám í framhaldsskólum, endurspeglar kynjahlutfall nemenda kynjaðan vinnumarkað. Og hvernig kynjahlutfall þeirra sem fara í raunfærnimat? Endurspeglar kynskipt raunfærnimat nám á framhaldsskólastigi. Endurspeglar kynjahlutfall þeirra sem fara í raunfærnimat á kynjaðan vinnumarkaði. Rannsóknin byggir á upplýsingum sem fengnar voru úr gagnaskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. En Fræðslumiðstöð atvinnulífsins tók til starfa eins og áður kom fram árið 2002. En síðan voru sett lög framhaldsfræðslu nr. 27 frá 2010 og þar markhópur framhaldsfræðslulagana að það eitt af aðalmarkmiðum framhaldsfræðslunar að stuðla að aukinni og bættri fræðslu fyrir fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun óháð búsetu á landinu. Og námskrám FA skipt í 2 flokka, annars vegar starfstengdar námskrár og hins vegar almennar námskrár. Raunfærnimatið sem getið í lögunum og Fræðslumiðstöðin heldur utanum þá þannig að matið byggt á skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi. Á síðustu áratugum hefur framboð starfsmenntunar aukist en það yfir hugtak starfs- og vinnustaðanáms, settir lög og það 5. grunnstoð menntakerfisins. Lögunum var ætlað að skapa fullorðnum einstaklingum með stutta formlega skólagöngu, námstækifæri og auðvelda þeim að hefja nám að nýju. Gerður var þjónustusamningur við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem annast verkefni á sviði framhaldsfræðslunar og hefur hún haft með höndum gerð námskráa og framkvæmd raunfærnimats sem viðurkenndi fræðslu aðilar sem eru þá símenntunarmiðstöðvarnar allt land byggja námsframboð sitt á. Sömu aðilar bjóða einnig upp á náms- og starfsráðgjöf fyrir markhópinn. Og það sem hér fyrsta niðurstaðan, að hér hefur við sett saman námskrár, hlutfall þátttakenda eftir kyni í námsleiðum sem starfa eftir vinnumörkuðum. Það eru paraðir þáttakendur námskráa sem tilheyra opinbera vinnumarkaðnum,
almenna vinnumarkaðnum og námskrár sem eru blönduð óháð vinnumarkaði sem geta verið skrifstofustörf og trúnaðarstörf. Og hægt með því nokkru vissu að fullyrða að starfsmenntun framhaldsfræðslunnar endurspegli starfshópa á vinnumarkaði, þar sem að 95% kvenna hafa sótt námskrár, setið námskrár sem að starfa í almannaþjónustu á móti 5% karla. En síðan þeir sem hafa setið námskrár sem starfa á almennu vinnumarkaði, þá það 47% karlar og 53% konur. Og blönduðu námskrárnar eru 73% konur og 27% karlar. Og margar þessar blönduðum námskrár voru þá þannig að þeim gátu haldið áfram, var svona grunnur og farið inn í háskólabrýr og þaðan inn í háskólana. En síðan ef við skoðum saman raunfærnimatið, að þá það fara saman með sama hætti eftir starfsgreinaráðum og því að raunfærnimat metið þá eftir námskrár framhaldsskólana til að meta hæfni fólks og færni til þess að takast á við þá iðngrein eða annað sem að framhaldsskóla námskráin býður upp á. Og hlutfall þátttakandi kyn í raunfærnimati það þannig að þeirra sem starfa á almennum vinnumarkaði, á opinberum vinnumarkaði, þá sést það að það eru 92% konur á móti 8% körlum, en raunfærnimat iðngreina á almennum vinnumarkaði eru 3% konur og 97% karlar. Blandaðar námskrár eru svona næri helmingur, eða 45 móti 55%. Svo niðurstaðan þá þessi að af þeim 31.400 einstaklingur sem sóttu námsleiðir samkvæmt námskrám FA, bæði almennum og sértækum, á árabilinu 2005 til 2017 voru 69% konur og 31% karlar. Konur voru í miklu meirihluta í námi sem snýr að umönnun sem í samræmi við kynjaskiptan vinnumarkað. Alls fóru 4.400 einstaklingar í raunfærnimat á árunum 2007 til 2017 og þá var einnig mikið ójafnvægi í kynjaskiptingunni en kynjahlutföll hins vegar þveröfug. Þannig voru karlar 69% þeirra sem nýttu sér raunfærnimat en 31% konur. Raunfærnimatið hefur best nýst fyrir námskrár og löggilta iðngreina og hinn kynjaða vinnumarkað. Í ljósi þessara niðurstaða verður verðugt viðfangsefni framhaldsfræðslunnar að leita nýrra leiða til að breyta kynjakerfi í menntun sem hefur viðhaldið sjálfu sér. Myndin sýnir mikinn kynjahalla eftir því hvort sem að ræða starfsnám eftir námskránum eða á grunni raunfærnismat. Konur fara í styttra starfsnám og karlar í iðnnám. Kynskipt starfsnám í framhaldsskólanum endurspeglast í ásókn í nám samkvæmt námskrám og má í sama hætti segja að kynskipt nám í framhaldsskóla endurspeglist þátttöku í raunfærnimati. Kynja ójafnvægi vinnumarkaðar endurspeglast í námi samkvæmt námskrám sem og í raunfærnimati. Líkt og við var að búast þegar vinnumarkaður og námsval mjög kynjað. Stutt starfsnám kvenna á öðru hæfniþrepi en flest allt iðnnám sem karlar sækja á þriðja hæfniþrepi. Á fyrri tíð sóttu konur kvennaskóla sem nú hafa verið aflagðir en karlar sóttu fremur löggilt nám í iðnskólum. Sú staðreynd vekur þá upp spurningu hvort menningararfleifð sé enn þann dag í dag áhrifavaldur þegar kemur menntun kvenna og stöðum þeirra í atvinnulífinu. Arfleifð fyrri tíma virðist einkenna menntunaraðgengi kvenna þar sem boðið upp á stutt starfsmenntanámskeið. Einnig starfsnám í framhaldsskólastigið iðulega stutt að það nær ekki lögvernduðum réttindum til viðkomandi starfs. Þetta minnir óneitanlega á gamla kvennaskólaformið sem var yfirleitt 2 annað nám og gaf ekki formleg starfsréttindi. Markmið þess var að styrkja konur til heimilistarfa en í dag verið að styrkja þetta til starfa í umönnun í almannaþjónustu. Sérstaklega það athyglisvert í ljósi þess að fötluðum fer fjölgandi og sömu sögu að segja af öldruðum með hækkandi lífaldri Íslendinga. Því þörf á að efla menntun þeirra sem komast til með að annast og aldraða í framtíðinni svo þau geti skilið aukinni fagmennsku. Samkvæmt rannsóknum þá þykir þessum starfshópum þeir ekki hafa fengið að njóta sín í starfi sem fagmenn. Ef við skoðum svo lögin, framhaldsfræðslulögin voru sett árið 2010 og var ætlað að efla menntakerfið, hækka menntunarstig í landinu
og mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu. Þegar fyrstu grein liðar frá A til J í lögum jafnastöðu og jafnarétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008, jafnréttislögin, eru skoðuð, sést að hlutverk þeirra að koma á og viðhalda jöfnum tækifærum kvenna og karla til að jafna stöðu þeirra í samfélaginu öllu, óháð sviðum. Jafnframt því sem allir einstaklingar eiga að hafa jafna möguleika á að njóta þroska síns og atorku, halda áfram að þroskast sem einstaklingar óháð kyni. Ekki er talað konur og karla í lögum framhaldsfræðslu, aðeins einstaklinga. Og lokaorðin sem ég hef valið hér að setja fram að framhaldsfræðslan þjónar kynjuðum vinnumarkaði og kynjuðum námsvali. Beita þarf kynjasamþættingu og gera nám til starfsréttinda jafnsett á 3. hæfniþrepi menntarammans. Og þessu til stuðnings hef ég skoðað rannsókn Jóns Torfa frá 1997, þar sem hann setti fram að vægi framhaldsskólamenntunar muni halda áfram að minnka en að ekki verði umskipti svo muni. Atvinnulífið og yfirvöld menntamála telja þó mikilvægt að efla starfsnám á framhaldsskólastigi. Það mun ekki duga því háskólastigi haldi áfram að eflast, þar sem ungu fólki staldri ekki við í starfsmenntun og framhaldsskólastigi. Háskólar drægja sér fólk sem lokið hafi almennu grunnnámi. Kynjasamþætting þarf að innleiða á allar fræðslustofnanir því þekking sem við höfum á kynjaímyndun og rótgróinni kynjamenningu þarf að nýta til að raunverulegu jöfnuður náist í aðgengi kynjana að mismunandi menntunarleiðum í starfsgreinum. Þannig verði einnig stigið skref í átt að langþráðu launajafnrétti. Það tekur miklu meira en heila mannsævi að breyta viðhorfum en þó er það hægt að flýta þróuninni með sérstökum aðgerðum eins og dæmin sýna.